Ég heiti Helga Völundardóttir og þriggja barna móðir, ungra uppkominna kvenna. Ég hef aldrei verið skráð í neitt stjórnmálaflokk fyrr en Píratar komið til sögunar. Ég hef alltaf haft áhuga á stjórnmálum þó. Ég fædd á uppalinn í miðborginni. Ég bjó í Breiðholtinu í 10 ár en flutti aftur í miðborgina og hef búið þar undanfarin 30 ár. Ég vil að heimilisleysi verði útrýmt í þessari góðu borg og það sé gert á sveigjanlegan og mannúðlegan hátt í samstarfi við fólk sem vinnur með þessum hópi fólks og inn á stofnunum og líka sjálfboðaliðum. Ég vil efla fjölmenningarráð borgarinnar. Aðalega vegna þess að þar er hópur sem er viðkvæmur fyrir jaðarsetningu og að þeim hópi ætti borgin að hlúa mjög vel, reyndar öllum hópum sem eru viðkvæmur fyrir jaðarsetningu því að lykillinn að öruggri og góðri borg er að hlúa að minnsta samnefnaranum, að mínu mati. Vistvænar og öruggar samgöngur eru bæði velferðarmál og menningarmál í stuttumáli. Ég vil þéttingu byggðar en ekki á kostnað útivistarsvæða borgaranna. Ég vil að sjálfsögðu að það sé búið til alvöru plan í húsnæðismálum hérna í Reykjavík. Eitt af því plani er að sjálfsögðu að byggja fleiri íbúðir og koma til leiða bara aðstæðum þannig að það sé hægt. Nú annað er líka að rýmka reglugerðir og eiga samtal um það hvernig aðkoma borgarana að slíkum uppgangi gæti verið. Það er að segja, við erum hérna með vaxandi atvinnuveg sem er ferðamennskan og hvernig geta borgararnir tekið þátt í þeim atvinnuvegi með því að lifa hér og búa, því hér eru ótal tækifæri, við þurfum bara að geta tekið þátt í þeim. Ég vil að borgin móti sér stefnu í því að greiða ekki laun sínum eigin starfsmönnum undir framfærsluviðmiðum sem borgin setur sér sjálf. Mér finnst það vera lágmark að ræða það mál og ég vil líka að borgin banni plast. Hún getur gert það á sínum stofnunum til að byrja með í einhverjum skrefum. Umræðan þarf að mínu mati að það þarf að rífa hana pínulítið upp úr einsleitni og yfir í fjölbreytni því það eru margar leiðir að einu máli og náttúrulega merki Pírata er aðkoma borgaranna, afsakið. Takk fyrir mig.